Á hverju ári þetta leyti eru haldnir menningar- og hrútadagar á Raufarhöfn. Þarna metnaðarfull dagskrá í rúma viku þar sem kennir ýmissa grasa. Meðal annars nóg að vera á sviði menningar, lista og sitthvað í pokahorninu fyrir bragðlaukana líka. Hátíðarhöldin ná svo hámarki á laugardegi þegar hrútadagurinn gengur í garð. Við hittum Ingibjörgu Hönnu og Nönnu Steinu, skipuleggjendur hátíðarinnar, í góðum félagskap Árna bónda á Sveinungsvík og nokkura vel valina hrúta úr hans búi. Þeim fáum við að kynnast betur á eftir, en fyrst ætla þær stöllur að segja okkur aðeins frá hátíðinni. Já, við bara, í rauninni, þetta bara 10 dagar af gleði og gríni. Það í rauninni bara byrjum á gönguferð og tónleikum og pókerkvöldi og barsvari og svona fyrirtækjabarsvari, messu, svona léttmessu. Kaffihlaðborð. Já. Svo voru námskeið. Þetta alltaf bara svolítið misjafnt frá ári til árs. En síðan sko núna helgina yfirleitt frekar stóri tónleikar á föstudagskvöldinu og svo hrútadagurinn sjálfur á laugardeginum. Hátíðir og skipulaðar samkomur fólks detta víst ekki tilbúnar af himnum ofan og á hverju ári það menningar- og hrútadaganefndin sem vinnur mikið og óeigingjarnt starf til þess að gera hátíðina sem skemmtilegasta fyrir gestina. Við erum 11 manns, eða ekki? Ég held það. Jú, þetta sérst 2 nefndir í raun og veru. Þetta var breytt fyrir nokkrum ári síðan, þannig að þetta var aðeins skipt. Í hrútadagsnefndinni eru bara bændur og svo Ingibjörg. Þú sést ekki bóndi? Nei, ég stend ekki svona vilsu. Nei, ég bara svona til aðstofa og verð með tenginguna inn á Raufarhöfn til ég býð þar og svo eru bændurnir bara í Öxarfirði og Keldukverfi og Þistilfirði. Já, þetta frekar stórt svæði, en póker sérst fjárhættuspil leyfð á Raufarhöfn? Það í lagi ef húsið græðir ekki. Já. Það bara sett í pott og svo sem vinnur tekur með sér pottinn. Hrútadagurinn vel sóttur á hverju ári, bæði mikil stemning meðal fólksins en svo eru hrútarnir á svæðinu líka eftirsóttir til kynbóta. Við náttúrulega búum á hreinu svæði, þetta iðulaust svæði þannig að það getur rauninni hver sem á landinu komið hingað og keypt sér hrút ef hann náttúrulega með leyfi til þess. Þannig að þetta bara gríðarlegt tækifæri að bæta sauðféð hjá sér. Já, rauninni að fá góðan ættföður þannig. Já, algjörlega, vel ættaðan. Og hvernig fara sér hrútadagar fram? Hvernig partí þetta? Þetta náttúrulega sko, bændurnir koma með þessa hrúta sína. Þetta náttúrulega, það svona bara heljarna dagskrá allan daginn. Við erum að sýna skrokka, það verið að úrbeina, það eru leikir fyrir krakkana, svo bara svona ýmislegt. Ekki fyrir fullorðna. Já, stígvélakast og einhver fíflagangur. Svo í raun og veru bara sett í stíur. Allir bændurnir sem vilja selja sína hrúta koma með hrútana og setja þau stíur. Þannig að það hægt að skoða allan daginn og hægt að ganga frá sérst bara kaupum þá. En ef það eru fleiri en eitt sem skrá sig fyrir sama hrút þá fer hann á uppboð. Og þeir hafa verið að seljast ótrúlega hátt, margir hverjir. Ég fór hann ekki á 160 skall í fyrra. 172.000? Já, svo sem var dýrastur í fyrra. Til þess að átta sig á því hvort að hrútur sé góður til kynbóta ekki bara giskað á gæðin út í loftið. Þeir eru skoðaðir af reyndum dómurum og fá enganir eftir ýmsum reglum. Nú ég svolítið forvitin að því ég svolítið græn. Mér langar svolítið að vita hvernig maður dæmir hrút. Og mér skilst að við séum með sérfræðing á staðnum. Jú, hann Árni Gunnarsson, bóndi í Sveinungsvík, hann ætlar að sýna ykkur hvernig við gerum það. Ok, ég mjög spennt. Við svona bara ná í hann Árna. Jæja, Árni, nú herrlega til að hefjast. Á hverju byrjarðu? Við byrjum bara á því að skoða hausinn á hann, það svona vænlegast. Hann sé með nokkur réttur. Þá kjafturinn að vera í lagi. Og ekki verið með yfirbit eða neitt svona. Svo erum við með 2 horn, það mjög kjættriði. 2 eistu. 2 eistu, já. Svo tekur hann stigar frampartinn á honum. Hann þarf að vera svona tiltölulega flattur framan. Ekki svona egg upp í loftið. Svo hryggurinn breiður og vöðvinn 35
2-5 millimetrar. Ok, hvernig finnur það? Er það bara með hendina þér? Ómsjá sem að mælir það. Settur hérna skanni ofan í hrygginn á honum og mælir bara þykktina á kótilettunni. Og segir okkur bara hvað hún er margir millimetrar. Og við viljum hafa hana svona, 33 og upp í 40. Svo þarf lærin að vera góða en líka og hann þarf að fylla svona vel hérna upp í klofið. Svo getum við tekið lærið svona hérna aftur. Og þá sjáum við hvernig hann hangir í gálgarnum í sláturhúsinu. Og þá þarf að vera þykkur hérna og gúlpa svona vel aftur. Svo eru svona mældir á þessu leggirni til þess að sjá beinstærðin í þeim og svona fleira. En þetta er svona ráðunauta valið, hvernig þeir velja þetta. En þú sem bóndi, hvernig velur þú þína þáttakendur? Á hrútadaginn. Það er bara svona ætternislega að setja alltaf mikið og kynbótaspáin segir alltaf mikið til hvernig ég velja það. Prófa líka. Á ég að prófa? Hvað ger ég? Já, þessu. Ok. Maður fær nú ekki alltaf tækifæri til þess. Ok. Hvað ger ég? Þú voru að finna hérna. Það er vöðinu þykkur. Læri svo. Hérna, já, heyrðu, þetta er alveg vöðvi. Já. Þetta er góð vöðvi. Mjög gott, góður vöðvi. mjög gott. Svo getur þú fundið hérna hvað hryggurinn er breiður í honum. Já. Og það er svona, og svo þú veist, þegar maður veit hvað maður er að gera og maður hefur gert þetta oft, þá, þú veist, hefur það einhverja, þú veist, þýðingu. Þá finnur þú bara munin á þeim. Akkurat. Ég ætti að vera þukla kynfæri með það. Ekki frekar en þú veit. Á ég kannski að gera það bara? Já, prófaðu. Hvar er það? Þú fer hérna niður. Það er undir, ok. Já. Ok. Þetta er svona eins og öllu flest öðrum galldýrum, sko. Ok, góður. Já, ok. Eru þetta ekki 2? Vó, þau eru stór. Jú, þau eru 2. 2 mjög góð. Já, það eru 2 eistu, staðfest.